Hjalti, já, þetta var nokkuð öruggt þangað til að svona lok þriðja byrjun fjórða leikluta þá einhvern veginn hleyptu við Val inn í þetta. Já, við vorum bara, ég veit ekki, okkur leið bara rosa vel, við vorum 20 og eitthvað pluss yfir og svo bara fannst mér, þú veist, mér að menn kom inn á bekknum, bara ekki ready. Það vantaði smá orku frá bekknum, það kom rosalega dropout þegar við fórum að skipta inn á, í staðinn fyrir að menn hefði komið inn og bara í fight. Það vantaði alveg í dag, með þessum menn línir kom inn á og bara ekki tilbúin í verkefni. En þú getur nú samt ekki verið annað en ánægður með lokamínúturnar hana. Þið aldeilis svona stimpluðu ykkur aftur inn eftir að þú hélst smá fyrirlestur fyrir strákana. Já, ég meina, þú veist, við erum samt búin að gera þetta í seinustu 3 leikjum og droppa svolítið niður með fínt fórskot og svo komum við einhvern veginn aftur í gírinn. En þú veist, við þurfum bara að læra af þessu og hætta þessu bulli. En já, þetta getur haft áhrif innbyrðis. Já, auðvitað. Og það er það sem ég segi alltaf við þá. Ég meina, stigin skipta máli. Hvert stig skiptir máli. Ég meina eins og í fyrra, hvað voru 4 stig á 1. og 5. sæti. Og þá skiptir þetta rosalega miklu máli innbyrðis. Og við vitum það alveg, þú veist, við erum búin að vinna 5 leiki og alltaf og vonandi vinnum við alla leiki en það hefur held ég aldrei gerst í sögunni. Og þú veist, við þurfum bara að halda áfram og vinna í okkar þáttum hverju sinni. Það skiptir ekki máli hvernig munurinn er. En það er nú kannski ekki slæmt fyrir þjálfara að vita að það er eitthvað sem þarf að bæta hjá liði sem er ekki búið að tapa leik. Ég meina, körfubolti er þannig að þú getur alltaf bætt þig. Sama hvað þú ert að gera, þú veist, leikmenn geta bætt sig, liðið geta bætt sig og hellingur sem við getum bætt alveg, þú veist, klárlega. Og við erum bara að vinna í þeim hlutum og munum vinna í þeim áfram. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis.